Mér líka með lýðræði til dæmis sérstaklega í þessum skóla á milli kennara og nemanda alveg einstakt. Mér finnst alveg rosalega, ég hef fundið þegar ég byrjaði í þessum skóla að mér finnst aldrei kennarinn vera neitt eitthvað ofar mér. Alveg sem maður er kannski hræddur við löggur eða maður er hræddur við kennara til þau hafa eitthvað völd. Málið er bara, ef við erum bara kurteisum, góð samskipti og allir standa við sitt, þá einhvern veginn kemur kennarinn alltaf fram við því bara sem jafningja. Og það er svo mikilvægt að kennari og nemendur séu jafningjar upp á það bara að menntunin og námsefni komi sér til skila til nemandans. Og ég held líka bara að það er mjög mikilvægt að hafa góð samskipti milli kennara og nemenda. Það er bara svona eins og maður vill eiginlega hafa, maður fær eitthvað svona frjálsar hendur bara með verkefnin hjá honum sem er mjög gott, sko. En samt svona einhver svona ákveðinn rammi utan þau, sko. Þannig að mér finnst það bara allt mjög fínt. Já, bara skemmtilega og fjölbreytt verkefni. Það skiptir máli. Já, ég eins og með lengdir á verkefnum og svona, meira svona á innihaldi. Það gerir þetta frekar svona frjálst og ég fíla það mjög mikið. Þetta er ekkert svona, það verður að vera svona mjög góð þannig. Svo í frönsku þá kom ég bara með mjög svona skemmtilega uppástungu varðandi lokaverkefni og það var bara samfélagt. Þannig að við greinilega fáum að hafa áhrif. Já, það voru mjög fjölbreytt. Við vorum bara daginn að fara í bíó og... Já, akkurat. Já, hvernig var það náttúrulega? Fóruð allir hópurinn? Já, í Háskólabíó fengum við að skoða, læra um kvikmyndahúsin, hvernig þetta er gert, hvernig hliðir, hvernig þetta rúlar allt saman. En það var líka mjög gaman. Kannski ég þekki það ekki beint, en í hvert skipti sem ég vesla þetta og ef ég sé þú made in Taiwan eða China eða eitthvað, þá hugsa ég náttúrulega alltaf, hvarflar alltaf að mér að ég sé sennilega styrkja einhverja barnaþrælkunum. Ég finnst það mjög skemmtilegt og það er einu ástæðan fyrir ég fór í kennarskóla í gegnum annan, því að maður þarf ekki að læra allt utan að. Ég er sammála því hvað það er að segja. Það er ótrúlega, maður lærir ótrúlega mikið á þessum umræðum og búa til eitthvað svona verkefni og flytja þau. Og við erum strax byrjuð á lokaverkefninu og finnst það ótrúlega skemmtilegt. Það er alltaf hlustað á okkur. Já, algjörlega. Ég held ég hef aldrei rekast á neitt kennara sem tekur ekki mark á mér, sko. Eða saman Sólrún með þetta lesefni sem við fáum. Það er oft svo óþægt að lesa inn á kennslukerfinu, sko. Þannig að það er kannski fínt að hún væri kannski með nokkur eintök útpröntuð. Fyrir það sem vilja. Já, kannski eitt svoleiðis. Og það er svolítið hvað heppinn að þurfa aldrei að kaupa hennar bækur. Það er bara sama alltaf. Það finnst mér of mikið á hópverkefnum. Og það bitnar alltaf á þeim sem er að reyna að standa sig vel. Það er alltaf einhverjir sem gera það ekki. Þannig að það á að vera hópur að kynna í dag, það er ein stelpa mætt úr hópnum. Já. Þegar mér finnst það rosalega ósýnilegt af þeim sem er að reyna að standa sig vel. Vitið þið einhverju lausn á þessu? Við erum stöðugt að hugsa þetta. Gefa fólki kannski kost á að vinna það sjálft ef það hefur engan sem að treysta til þess að vinna með. Þá kannski að fá kost á því að vinna það sjálft. Eða skila á ritgerð eða eitthvað stóru verkefni, þá er yfirleitt kosið það, vil ég fá þessa dagsetningu og þessa dagsetningu og þá er bara rétt upp hendi hvaða dagsetningu hentar flestum. Þetta hefði örugglega ekkert gerst í grunnskóla eða eitthvað. Ekki alls staðar saman. Þetta er gengið upp í hóp. Það hlustað á. Það er hlustað og það er gert bætt. Þetta er svona ákveðið lýðræði í þessu. Þið fáið tækifæri til að hafa áhrif á umhverfi, námsumhverfi. Það er það sem ykkur finnst við þetta. Já, Dagurinn var styttur. Til dæmis. Hvað segir þið? Það var síðast að það sé þannig að dagurinn var styttur. Það var það sem nemendur vildu. Svo var tækniskilur ekki 10 mínútur og þú settir 5 mínútur stað. Nei, hvað, 20 mínútur í 5 og 5 mínútur í 4 var staðfest. Eins og með verkefnum dagana, það kemur alltaf svolítið mikið að gera í endan. Það færðist bara 2 vikur, eða það var samt alveg brjálæði að gera þarna fyrir verkefnum. Já, það þurfa að sjá hvort Ég hef oftast verið, mjög kritískur á það ef eitthvað er að og þá segja það. Það er bara, mér líður miklu betur hérna heldur en mér líður annars. Ég lækka ekki standardana mína, ég er ekki með sjúkrapróf og ef þú fellur, þá fellur bara. Þetta er náttúrulega þetta, en ég finnst þetta samt sko, kennarar sem ég þekki sem eru kennarar sem eru svona old school. Kannski búin að vera að kenna í 30, 40, 50 ár og alveg komið gott sko. En það er samt.